þá segjum við núna skilið við þessar bakenda pælingar okkar í næstu svona, já, bara eiginlega restina af námskeiðinu. Við taka kannski eitthvað smá svona deviation, en við ætlum að skoða þess að núna React. Og sagan svona sem leiðir af sér React þannig að árið 2004 þá var svona einhver ráðstefna og þar kom hann Tim O'Reilly sem hérna maðurinn sem stofnaði O'Reilly Press. Við gefum út allar O'Reilly bækurnar með svona flottum myndum af einhverju dýrum í flest tilfellum framan á. Hann var með eitthvað svona og hann skilgreindi þetta í einhverjum fyrirlestri, Web 2.0. Og þá var það svona vefur sem var meira svona dynamic og það var allt svona fullt af eitthvað svona ég. Það var ekki lengur eitthvað að þú refreshaði síðun og sást eitthvað töflur með under construction eitthvað, heldur var þetta bara eitthvað þú ýttir að taka á poof, það uppfærist allt með Ajax og eitthvað svona. Og þá fór fólk náttúrulega bara full on að gera flóknari vefi. Og jQuery og önnur svona DOM-tengd library komu þannig kringum 2005 og hjálpuðu til við að laga svona þessi cross-browser vandræði sem voru á tengd þessu. Við vorum með ES6 og svona skemmtilegt. Og síðan komu svona stærri framework eins og Dojo og XJS sem voru svona eitthvað, hey, hér svona fullt af svona komponentum sem voru þá ekki komponentum sem við fórum að skoða núna, þetta meira svona widgets oft kalla, svona, hey, hérna farið svona dagatal og eitthvað svona og svo púslar bara saman vefniðinum og varst það svolítið að horfa á svona desktop development umhverfin. Backbone kom síðan 2010, þá var þetta bara svona library sem var, hey, við ætlum bara að vera library sem að tengi saman vef og eitthvað API, við ætlum ekki að vera gera eitthvað rosalega flókið widget kerfi eða eitthvað svona, við ætlum bara að vera svona einblínu á þetta. Og Angular kom einnig kringum 2010 og þá var komið þetta vildi aldrei vera svona single page applications eða single page apps og Angular kom og leiði okkur að gera það með því að búa til svona bara, já, framework, frekar stórt og mikið til þess að búa til stærri vefi. Og Polymer, það byrjaði aðeins fyrir þetta sem svona polyfill fyrir web components sem í raun W3C staðal sem búin að vera í vinnslu lengi og snýst það svona næstu útgáfa af því að smíða vef. Þetta verður alveg mjög skemmtilegt þegar þetta verður orðið hérna aðeins betur stutt. Það skiptist í þrennt. Við erum með Shadow DOM sem leyfir okkur að skrifa CSS fyrir ákveðna parta af vefnum okkar án þess að hugsa hérna heildina. Þannig að þá getum við tekið svona komponent og droppa honum inn á einhvern vef og þó við séum búin að segja að P sé með svona stíla þá truflar ekki komponentin. Það eru HTML imports sem leyfir okkur þá að importa HTML einingum inn í HTML-ið okkar og síðan eru það templates, já, sem leyfir okkur að skrifa svona templating-mál í HTML-ið okkar til þess að ídra okkur svona. Og Polymer síðan hægt og rólega búið að verða svona meira bara stórt og mikið svona framework og til dæmis mjög mikið notað af Google. En bæði Angular og Polymer eru frá Google, en þið sjáu Polymer mun meira. Til dæmis eins og nýja YouTube allt skrifað í Polymer. Svo kom Ember.js sem var aftur, það leysti einhvern veginn á einhvern sérstakann hátt eitthvað ákveðið. Svo Vue, það gerir svona og það aðeins öðruvísi út af þessu og eitthvað svona. Og svo React. Og React það sem að við ætlum að fara yfir. Og það bæði út af því að það eiginlega vinsælast af þessu öllu, en það líka bara út af því að React náði einmitt að lenda á þessum sweet spot í því að vera ekki of flókið og ekki of einfalt og svona ná að gera, við getum gert ótrúlega flókna hluti með frekar einföldu svona API. En single page application heyrir maður stundum og það þá þetta forrit sem að þú ferð, eða webforrit sem við ferð inn á og það aldrei neitt refresh. Það allt sótt með einhver svona Ajax. Þannig að þá erum við förum með einhvern vef, við vitum á login og það bara poppar einhver login-gluggi og við loggumst inn og við förum og skoðum eitthvað og alltaf erum við á sama vefnum og þetta svona eins og að vera í desktop-forriti og við fáum alltaf þessi nýju gögn. En vandræðin við þessi single page applications það að eftir því sem við erum lengur á einhverju svona vef sem með þetta þá erum við alltaf að gera eitthvað, við erum búin að klikka okkur og við erum að safna meira og meira af einhverju steiti. Já, þessi notandi loggaðurinn, hann búinn að skoða þetta, þetta og hitt og við fáum bara
svona, ef við hugsum þetta sem stöðuvél, þá verður hún alveg risastór. Þegar við erum alltaf, já, ég var búinn að sækja þetta og þetta til staðar hér. Þarf ég að sækja þetta á vefþjóninn? Já, ok. Og þetta verður bara, og möguleikar á böggum og bara vesenið sem tengist svona stórum vefum rosalega mikið. Og það mjög oft tengt því að það þetta data binding. Við erum að sækja einhver gögn og við þurfum einhvern veginn að binda þau við UI-ið og binda þau við einhverja takka sem láta, þú veist, ég klikka á einhverja takka og þá gerist eitthvað ákveðið og þá gerist eitthvað ákveðið út frá því í hvað stöðu ég Ok, þannig að þetta svona mjög stutt forsaga. En React, ekki spennt? React, geðveikt. Þetta svona React component skrifaði með klasa og þetta mun allt make sense eftir næstu viku. Þá erum við búin að fara yfir allt hvað að gerast þarna. Þetta takki sem við getum ítt á takkan og hann segir annarkvort on eða off eftir því sem við klikkum á hann. En grunnhugmyndin sem React byggir á það að það sem við erum búin að vera að gera áður með því að vera að skrifa einhver svona markup okkar í einhverju svona templating máli og lógíkin okkar í JavaScript og aðskilja þetta, að þessi aðskilnaður sé órökréttur. Að við séum viljandi þá að takmarka okkur í því hvaða kraft við höfum í boði. Að þegar templating málin alltaf einhvern veginn öðruvísi mál, eins og þau sér bæði í EJS og Pug. Þau eru bara svona með einhvern veginn öðruvísi syntax sem svona næstu því eins og JavaScript, en samt ekki og svolítið bara svona skrítið. Og það eru margir sem bara að segja að templating mál eiginlega bara svona verða svona legacy lausn á þessu máli að búa til UI. Og þess að markup og lógíkin eru í eðli sínu tengd saman og eina ástæðin fyrir því að við sem að skilja þetta í sundur sé í raun tæknin, heldur ekki það hvaða verkefni við erum að leysa, heldur bara þetta einhvern veginn tæknin. Tæknin fyrir markupið, tæknin fyrir JavaScriptið. Þetta náttúrulega svolítið, það var svolítið svona, þegar ég var að skoða þetta fyrst, var ég bara svona, þetta hljómar ekki vel, það að fara að setja inline on-click handlera og það bara í lagi hér. Og svo ég búinn að vinna með þetta svolítið mikið og ég bara, já, þetta í lagi. Ég leyfi þetta. Þannig að við fáum React sem með highly cohesive svona komponent kerfi og þá þessi komponentar það sem bara grunnurinn í React, það allt einhverju komponentar og hver komponent highly cohesive, hver komponent hinni heldur langflest af því sem þarf til að birta sig og allt sem þarf til að nota hann. Þú ert ekki með template fyrir loginið hér og JavaScripti sem á að keyra í JavaScript file sem einhvers staðar annars staðar í produktinu þínu. Þú sér þetta allt á sama staðnum. Og svo getum við sett þetta upp þannig að CSS-ið líka ekki langt undan, þannig að það hægt að hugsa hvern komponent sem actual bara komponent sem bara, hann bara þarna í einhverju möppu og þetta bara komponentin. Það ekkert meira það að ræða. Og þá fáum við líka svona loosely coupled kerfi, þar sem að hver hlutur sjálfum sér nægur og þarf ekki aðra hluti. Þannig að við getum verið að breyta komponent og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að brjóta allt einhvers staðar annars staðar því að við erum bara að vinna í þessum hlut. Þetta allt sem að fyrir hann. Og highly cohesive og loosely coupled svona holy grail í öllu svona dóti og þá kemur þetta frá object oriented og þetta það sem við viljum að hlutirnir okkar séu. Og þetta virkar mjög vel. En React og JavaScript, þannig að við breytum aðeins og förum alveg full inn í ECMAScript 6 eða 2015 með React, það það sem öll tólin gerir ráð fyrir og við notum import og export í staðinn fyrir require og module exports. Þannig að það þessi nýju syntax sem við fórum aðeins yfir í module-kerfinu og Babel yfirleitt notað til þess að transpæla þarna milli og toolingið við React og flesta af þessum frameworkum gífurlega mikið og það náttúrulega bara því að það svo ótrúlega margt í boði, alveg mörg tæki og tól því að náttúrulega kynst því svolítið og það frá því að vera React sem náttúrulega keisluumhverfið, webpack sem að láta þetta allt einhvern veginn
builda saman Babel og ESLint og Redux, State og StyleLint og það alveg afskaplega mikið til í þessu og þá eru svona starter kits. Það svona eitthvað grunn uppsetning á verkefni sem við getum notað án þess að þurfa að læra hvernig öll tólin virka og hvernig öll tólin tala saman. Og starter kits geta verið opinionated, þannig að þá get ég búið til mitt Óla starter kitið sem bara eitthvað SAS best og allir aðrir með bara fara eitthvað annað og þá kemur einhvern og segja en af hverju notar ekki Less í þessu? Less miklu betra, en stylus og þá það eitthvað svona, þá það þetta opinionated, þá bara eitthvað nei, þetta starter kit fyrir React sem notar SAS og það notar Babel og það notar eitthvað. Og svo erum við með svona unopinionated starter kits sem að leysa þá bara eitthvað grunnverkefni og tiltekur ekki einhver ákveðin tól. Þannig að segja bara eitthvað, hér bara setup sem að virka fyrir React og svo getur þú komið og bara bring your own tools. Þú getur nota SAS eða Less eða bara setur það upp í samhenginu við þetta starter kit. Og þetta kom, þetta þarf alveg að vera svona sko, eftir það að þetta var svolítið mikið svona bara núna í lok 2016 að þá var þetta bara, það tók bara, ég fara að gera alvöru React verkefni og það tók bara 2 vikur að setja upp allt túlið þannig að virkaði eins og þú vildir og það væri ógeðslega næs en það tók 2 vikur sem að ekki næs. Og þetta var svona, ég geti leitað að greinum tengdum JavaScript fatigue, þar sem fólk var bara eitthvað, ég get ekki lengur forrita af vefnum að þetta bara of mikið. Og þá var búið til projekt hjá Facebook og Facebook í raun aðalstyrktaraðili og svona eigandi innan gæsalappa af React, en React open source undir MIT frá því við breyttið núna í september senasta ári. Þannig að þá var búið til þetta projekt sem heitir Create React App sem starter kit fyrir React sem viðhaldið af React heiminu og þá bara aðal markmiðið var að það væri zero config. Þannig að við bara keyrum einhverja skipun og við getum byrjað að skrifa eitthvað í React og við þurfum ekki að stilla neitt. Og það gerir það og það virkar þannig og við munum sjá það. Og það felur allar flækjurnar, allar webpack configið og Babel configið og allt þetta bara í einhverju svona npm pakkum og svona vesinni og það unopinionated, þannig að það ekkert eitthvað að láta okkur gera neitt annað en bara skrifa React og við getum í raun bætt síðan við því og þetta alveg afskaplega góð stað til að byrja á. Og þetta það sem við munum nota í verkefnunum okkar og við munum skoða svona þessum uppskriftum sem í boði sem eru mjög margar, þannig að við sjáum hérna bara svona nokkra hluti hérna. Og við munum bæta við til dæmis hvernig notum við SAS, hvernig getum við rátað dóti og hvernig getum við gert svona flóknara state management og svona. Og síðan getum við sloppið frá öllum þessum feluleik á öllum þessum flækjum með því að keyra bara npm run eject sem tekur þá bara verkefni og hendir inn í projektið okkar öll dependency, tól og buildferli og við erum þá svona on our own, þá þurfum við að stilla allt sjálf. En til þess að setja upp Create React App, þá bókstaflega þurfum við bara að keyra þessar 3 línur. npx nýtt í npm sem að sækir tólið sem gefið upp með einhverjum, keyrir það með einhverjum hérna optionum sem þá sækir Create React App, keyrir Create React App sem bootstrappar einhverju appi fyrir okkur. Við förum síðan inn í það og við getum gert npm start. Þannig að við bara prófum þetta hérna, npx, þetta keyrir bara og það sem við fáum sem sagt, lágmarkslinting, hot reload og öll verkefni munu aðeins keyra á client. Þetta svona stóru kannski, svona stór partur af þessu. Það að segja, þetta verður ekki server-side renderað. Þannig að við opnum þetta og við verðum bara með tómt body. Það er bara body og svo bara keyrir eitthvað JavaScript sem býr til allt UI okkar. Þetta svona stærsti hausverkurinn við React í raun að láta server-side rendering virka. Og það líka eitt af bestu React verkefnin eru sett þannig upp. Þannig að sjáum hvernig gengur. Hérna, komið, success, npm start.
startar development server, opnar localhost og við fáum þetta og við getum opnað hérna svona, opna nýjan editor og það er kannski fullt mikið einu góða. Hvað er hvað hérna? Já, ok, þetta var alltaf glæsu. Svona, ætla ég að hafa þetta. Ok, og Windows-managerinn minn fílar það ekki. Þá höfum við þetta bara svona. Þá höfum við hérna þetta, Welcome to React og Vista og það breytist, en við sáum það ekki þegar þetta er tveimur glugum. Þannig að við fáum bara hérna og við getum byrjað strax að skrifa React. Og það er í raun ekkert hérna nema bara source mappan okkar sem inniheldur app.js sem við skoðum eftir, public mappan sem er þá með public assetunum okkar eins og myndum og style sheets og eitthvað svona, index.html sem er þá í raun það eina sem mun vera renderað. Þannig að við munum bara vera með svona tómt body og allt appið okkar mun vera renderað inn í þetta hér. Og hér er svona einhverja upplýsingar þetta. Og svo package.json sem skilgreinir þessi hérna þessi npm skrift sem láta þetta allt virka. Og svo getum við bara prófað í ganni ef við slökkum núna og gerum npm run eject. Are you sure? Yes. Þá bættust við nokkur dependency. Þannig að þetta er það sem er verið að fela fyrir okkur. Það er mjög gott. Því að það er ekki gott að byrja því að fara að lenda í þessu. Þannig að create React app er málið. Síðan höfum við DevTools, þannig að við höldum þessu opnu hérna, sem extensions bæði fyrir Chrome og Firefox, sem leyfir okkur að skoða komponentina, proppin og statein sem við erum að vinna með. Þannig að núna get ég farið hér og ég er með takka hérna fyrir React. Þá segir hún mér, þetta er að nota development, það passar, þetta er ennþá í development og þá fæ ég hérna tab sem heitir React. Þá tengjumst við React og getum skoðað appið og getum skoðað það í raun út frá kontekstinu React, ekki bara kontekstinu DOM sem er það að vera í element. Og við getum gert hérna einhverjar highlightað hvað er að uppfæra eftir hvert skipti og svona. Og fyrir flóknari upp þar sem við erum að debugga þá getur þetta alveg bjargað okkur. Síðan verandi svona nýjir forritarar í React, þá er það partur af svona grunn hugmyndafræðinni í þróunin á React er að ég var mjög lengi að þýða þetta og endaði okkur sem er ekkert að forritin sé unum, það sé developer experience sé þess að priority, að þess að reynir því að þýða þetta er ekki, að það sé mjög gaman að forrita í því, þetta er svolítið nice. Og það er góð skjölun, það er góð villuskilaboð, auka hluti sem eru næs, þannig kom líka inn næs þýðingurum minni, að það er, ef við gerum einhverja einstakta villu á föllum, þá segir ég svona, hei, ég fann þetta ekki, en gæti verið að þú hafa verið að meina þetta, og svona hjálpa manni að vinna. Validation, ef við setjum p-inn í p eða p-inn í ul, þá segir við, hei, þetta má ekki, þú vilt kannski breyta þessu, og svona, já. React er mjög næs. En fyrsta hugtakið í React sem maður er að skoða er JSX sem er viðbót við JavaScript sem leyfir okkur að lýsa viðmáti. Þetta er ekki krafa þegar við erum að nota React að nota JSX en það gerir að vinna með React miklu þægilegra. Þannig við ætlum að gera það. Og þetta blandar saman HTML elementum, React komponentum eða React elementum og JavaScript. Og þetta er svona, fyrst þegar ég byrjaði að nota þetta var þetta bara svona öll þessi ár sem við erum búin að vera að predika hérna unobtrusive JavaScript og separation of concerns og eitthvað og svo gerið þið þetta. En, svona er þetta.
Og þetta virkar mjög vel. Og það sem við getum gert með JSX að búa til svona tré sem haga sér eins og DOM-ið og að því við megum hreiðra JSX React elementa og DOM elementa, þannig að þetta verður bara svona lítur út eiginlega alveg eins og HTML. Og þegar við erum að skrifa, þá skrifum við React element með stórum staf og element sem byrja á litlum staf eru túlkuð sem DOM element. Þannig þá höfum við hérna main með litlum a og eitthvað svona, og svo getum við haft main með stóru m og þá er það eitthvað sem við sjáum í okkar React forriti. Það er ekki main elementið í HTML. Og síðan eru þegar það er búið að fara í gegnum alltaf JSX 3 sem að verða til og kompilaði öllu og gera allt, þá verða í raun öll laufin í þessu tríi DOM element. Þannig að hvert React komponent getur skilað React komponent, en á einhverjum tímapunkti skilar það síðan bara alltaf DOM elementum. Þess að elementum með litlum staf. Og yfirleitt sjáum við JSX svona innan svega og þá er það til að koma í veg fyrir automatic semicolon insertion sem getur komið fyrir í sumum segðum og þetta er að blanda saman JavaScript og HTML syntax. Og í JSX þá getum við notað brackets til þess að skrifa bara full-blown JavaScript segðir í svona UI-málun okkar. Þannig að þá höfum við í raun svona eitthvað sem mætti kalla svona templating-mál og við höfum fullan kraft JavaScript þegar við erum að vinna. Þannig að við getum skrifað svona og þá getum við skrifað hérna, þetta skila JSX segð sem er p-element með testing 1, 2, 3 inni sér. Og JSX er líka túlkað sem segð, þannig að við getum í raun skilað JSX og það er í raun það sem við gerum í þessu komponenti. Element í JSX geta átt attribute alveg eins og í HTML og þau eru skrifið með camel case. Í HTML skrifum við yfirleitt með bandstriki og við getum sett gildin í þeim með brackets alveg eins og inn í á milli elementa og þá getum við sett expression sem gildin á attributunum og við getum notum síðan gæsalappir, fullar gæsalappir, ekki svona single quotes fyrir strengi sem að fara inn í attributin. Og frístandandi attribute, attribute án gildis eins og input required eru túlkuð þá sem input og required segir þá required er true þegar það fer inn í, ef það væri input með stóru input eitthvað element hjá okkur. Og class er frátekið orðið í JavaScript og þess vegna þegar við skrifum að skrifa class til þess að gera eitthvað fyrir styling, þá skrifum við class name með stóru af því að camel case. Þetta er ekki alveg relevant í öllum vöfrum ennþá, en það er ennþá vöfrar, þannig að þetta er ennþá krafa. Síðan, náttúrulega erum við mjög security conscious og spáum í XSS og JSX líka og þá er það þannig að allt sem er sett inn í alla segðir sem að fara í gegnum JSX eru escaped til þess að passa upp á XSS og við þurfum að fara vægast sagt mikla fjallabaksleið til þess að geta sett inn svona unescaped texta og gildið bókstaflega heitir insert HTML dangerously og við getum notað svona self-closing syntax úr XML og XHTML og erum beðin það af React þegar við erum að gera svona tóm element. Við getum ekki skilið eftir í raun tóm, tréð okkar verður að passa saman, þannig að við getum ekki opnað eitthvað og lokað því ekki. Þannig að við getum gert svona og við getum, gert svona til þess að loka hérna. En það sem JSX er bara svona syntactic sjúkar, eins og ég sagði, við þurfum ekki að nota það, en það er bara, það transpælast yfir í köll í react.create element. Og eftir að það er búið að transpæla þessu JSX-un okkar, þá verður það í raun bara endurkvæmt kallað í react create element þangað til að það er búa til allt tréð okkar. Og til þess að JSX virki yfir höfuð, þá verður að vera búið að importa React í forritið okkar áður en við, eða bara í komponentun okkar áður en við getum notað í JSX. Þannig að þessi hérna lína er efst í öllum
React komponentum og öllu því sem notar JSX. Þannig að þá erum við með eitthvað svona sem við sjáum með bara HTML. Þetta er samt JSX segð og þegar hún yrði transpæluð þá myndi hún transpælast yfir í þetta. Þannig að þá sjáum við gætum skrifa bara þetta en það er svona, já ég veit ekki, töluvert meira næs að skrifa svona. Og þá er hérna bara ítrekað butnin, hérna, hello world er laufið hér sem er texti. Það er inn í span sem er hér, sem er gildið inn í H1 sem er hér. Þannig að svona verður til bara eitthvað tré. Núna var ég búinn að rugla í öllu hérna. Lokum þessu. Og skoðum dæmi þetta. Þannig að þá er hérna sett ég upp nokkuð dæmi sem fylgir þessu og þau eru öll keyra Create React App nema ég strípaði það enn meira niður. Þannig að það er í raun bara þessi public mappa, package.json og source. En við getum samt alltaf gert npm start og fáum upp. Hvað er þetta alltaf að opna þetta í öðrum glugga? Fáum hérna. Þannig hérna erum við með eitthvað bara svona eitthvað test.dot og ef við skoðum hvernig þetta hafa sér, þá er í raun hérna þetta app sem heldur utan allt forritið okkar og inn í því erum við að kalla í bara þetta renderfall hérna sem skilar JSX segð. Þannig að hún kemur og er hingað niður. Þannig að þessi hérna segð er það sem har verið túlkað og er það sem er síðan birt. Þannig að við fáum hérna testing 1, 2, 3 JSX hérna sem er þá að kalla í eitthvað fall og þetta fall skilar bara segð og hérna erum við með eitthvað class name foo bar 3003 þannig að þá sjáum við hvernig við getum og þá sjáum við náttúrulega hérna að ef við gerum view source þá er þetta bara svona, það er ekkert að gerast hér. Þegar það er búið að opna vefinn og rendera appið okkar þá í raun verður eitthvað til inn í þessu. Þannig bara á klientinum og bara það sem við rendurum. Þannig þá erum við hérna með þetta class foo bar 9. Þannig að þá er bara reiknað upp úr þessari segð. Þannig að við getum notað bara JavaScript þarna. Og ef við sem sagt gerum eitthvað hérna eins og p inn í p þá hottir við loða þetta og þá er mér að segja var annað hérna, önnur villa. Warning, validated DOM nesting. H8 cannot appear as a descendant of P. Og sama fyrir P. Þannig að þannig erum við að sjá svona, hei, þú vilt kannski laga þetta og við ættum að laga þetta því að það er alltaf betra að vera ekki minn en warning. Og svo er hérna möguleiki á XSS eða hvað. Þannig að þetta er strengurinn hérna. En hann er settur inn hérna og hann er bara escapeaður. Þannig að við fáum bara escapeaðan texta hérna inn í þetta. Og mynd. Þannig að við erum með bara hérna. Af hverju? Hérna. Þannig að hann er escapeaður ef við gerum hérna edit as HTML. Þá sjáum við að hann er svona. Hann er escaped. Það er React sem gerir það. Þannig að við þurfum í raun ekki að hafa áhyggjur. Við eigum að geta, React er bara, þið þurfum ekki að hafa áhyggjur á þessu, það er alltaf escapeað. Það er ekki fyrir að við viljum í raun, myndum vilja að rendera eitthvað svona, bara eitthvað, hei, þetta er í lagi, að við þurfum að fara í gegnum svona auka vesen til þess að geta það. Og þannig að hérna er mynd, og þá getur við séð, hérna getur við sagt bara image.url, og þá er bara einhver hlutur hérna uppi sem er með slóð í myndina. Og við getum bara, við erum að kompósa HTML-i og kóða bara og jáfnveld hlutum og þetta er bara einhvern veginn, það virkar allt bara. Og svo er hérna önnur warning, img elements must have an alt prop. Þannig að hérna er þetta aftur, hei, þú vilt kannski laga þetta. Og þá er þetta svona auka fyrir svona að vera svolítið svona hjálpa manni og vera svolítið með manni liði. Og svo er hérna, þess að þetta
h1 greeting og svo hérna þetta element sem þá nákvæmlega eins búið til hérna með React create element. Þannig að semantically þetta nákvæmlega sama og útkoman út úr þessu nákvæmlega svo sama. Hérna. En Reactive hefur svona declarative API að við segjum eins og HTML og í CSS líka. Þá segjum við hvernig við viljum að UI séð og React passa síðan upp á að það passi. Þannig að við segjum hérna, ég vil fá þennan komponent og þetta þarna og React síðan sérum að renda þetta og birta þetta og láta allt virka. Og þetta ólíkt því þar sem við erum með svona imperative API, þar sem við erum að fara og segja nákvæmlega birtu þennan streng hér. Þetta alltaf verið þetta útskrifu. En við erum að framkvæma svona skref fyrir skref þar sem við þurfum að gera til þess að UI sé rétt. Og við erum að skoða dæmi þar sem við erum að taka svona imperative APIs eins og allmis forrið þar sem við erum að búa til einhver element og við erum að búa til hvert hlut fyrir sig og setja hann inn í UI-ið versus það að búa bara til komponenta sem við getum síðan bara kallað í og það virkar. En þegar þessi JSX element okkar, þessi segð og allt þetta sem við erum búin að búa til, sem við erum með hérna, allt þetta hérna, það síðan alltaf á endanum, áður en við sjáum það á skjánum, einhvern veginn túlkað yfir í DOM-element. Og JSX element bara eitthvað sem er geymt í minni og eru bara einhverju hlutir, einhverju JavaScript hlutir sem við verðum að möndla með. En DOM-elementin eru miklu þyngri í vöfrum af því að þau eru tengd við vefinn og það að inserta DOM-elementi því að það þarf að teikna vefinn upp á nýtt og eitthvað svona. Þannig að við getum í raun unnið með þessi JSX element svona á ódýrari máta og svo þegar við búum þau til þá í raun kemur kostnaðurinn. Og þá í raun til fall í hinum pakkanum sem fylgir með sem React DOM. Þess að við erum með React og React DOM. Við séum hérna í package.json hérna. Við erum með 3 dependency í þessu. Það er React DOM, svo séum við að búa til DOM úr React elementum. Það er React sem leyfir okkur að búa til React hluti og svo er það React script sem felur allt hitt-dótið. Þannig að React DOM tekur í raun svona JSX-segð og þar er fall sem heitir render og það tekur þessa segð, renderar allt innan úr því og setur það inn í eitthvað og það er ofta einhver nóða sem er með eitthvað ID root eins og við sáum hérna í create React index.html-dótinu. Þannig að þá köllum við eitthvað React DOM render element document get element by ID root. Þannig að ef við skoðum hitt fallið eða hitt JavaScript fallið sem er hérna eftir þá er það eitthvað index.js hér. Það inniheldur bara vísun í þetta, þannig að við getum nota JSX. Það heldur React inniheldur vísun hérna í React DOM sem er það sem við munum nota til að rendera. Og það importar appin okkar, þannig að það sækir app komponentin sem er hér. Og hann er hérna, honum er exportað hérna, export default app, þannig að við fáum þetta app og getum nota það svona. Það renderar þessa segð og allar hlutsegðir undir því býr til í þetta tré sem DOM og insertar því á þennan hérna stað sem er þá þetta hérna div og inn í þetta div fer allt það sem er í appin okkar. Og síðan þegar þetta er búið að gerast og þá er eitthvað meira svona magic þarna, þannig að við getum sagt ef það er klikkað á einhver takka eða eftir einhvern ákveðin tíma eða eitthvað þá uppfærum við viewið okkar. Við sækjum einhver gögn og þá viljum við birta gögnin. Og þá mun í raun aftur vera kallað í render og React mun fara aftur í gegnum tréð og skoða þá í raun þetta JSX tré og bera saman við eitthvað sem að það á, afrita fyrra tré og uppfæra aðeins það sem hefur breyst. Þannig að þetta sem að React heldur utanum er kallað virtual DOM eða VDOM og er þá staðan á UI-in okkar þegar við synkuðum það seinast við alvöru DOM-ið og þá er hægt að diffa virtual DOM-ið við nýja DOM-ið
nýja virtual DOM-ið og vita hvað þarf að gera og þetta er kallað reconciliation á virtual DOM-inu. Þannig að þá er tekið staðinn sem var seinast við sem hana, nýja breytingin eftir að við bættum við einhverjum gögnum, staðan á DOM-inu og þetta er allt keyrt í gegnum einhvern algoritma og við fáum út nýja DOM-ið. Og núna útgáfa 16 React sem kom út bara í lok seinasta árs breytir þessari útfærslu úr því að vera synchronous. Þannig að þegar við erum að rendera risastór upp sem er bara með mörg þúsund ef ekki tugum þúsund af komponentum, þá var það bara synchronous aðgerð. Það var bara að byrja að rendera og það gat ekkert gert á meðan það var bara verið að klára að rendera þetta. Og eftir sem það var stærra, það bara tók lengri tíma, allt upp í kannski einhverju 100 millisekúndna og þá ertu farin að finna fyrir í UI-inu. Allt í einu getur ekki klikkað á takkan þegar það er verið að uppfæra eitthvað UI. Og sem sagt, breytingin á útfærslunni var það að gera þetta asynchronous. Þannig að allt sem við erum að gera alls staðar er bara breytast úr því að vera synchronous yfir að vera asynchronous. Og þetta er kallað Fiber. Þannig að þá er núna þetta rendera React app og stoppa í miðju kafi og gera eitthvað annað. Og það er til dæmis eitt af því sem var á JS-Conf núna í seinustu viku. Var hann Dan Abramov sem er svona sá sem er mest í umræðinu og mest public af þeim sem eru að skrifa React. Hann var að kynna leið til þess að nýta þetta til þess að gera ótrúlega töff hluti við það þú veist að sækja synchronously yfir eitthvað network og stýra síðan nákvæmlega hvernig UI-ið þitt verður til í framhaldinu. Og þið getið fundið það, þetta var fyrirlestur númer 2 á fyrsta degi, ef ég vil skoða, mjög töff. En þessi uppfærsla sem á sér stað í komponentunum mun eiga sér stað ef einhver staðar er state'i breytt á einhverju komponent. Og state er eitthvað sem við ætlum að skoða í næstu viku. En þá mun state'i breytast fyrir eitthvað komponent. Komponentin breytist úr því að vera með engin gögn yfir að vera með lista af gögnum. Og þá þarf hann að rendera út þennan lista af gögnum. Og þá gerist það, þá er það að gera það bara í hlutrinu frá þeim komponent. En sem sagt, reconciliationið er þetta diff á virtual DOM-inu og DOM-inu, uppfæra aðeins að þeim þarf að passa. Og bestu reiknir til þess að breyta einu tré í annað eru mjög dýr, O af n í þriðja, sem n er fjöldi nóða. Svo React þarf að stytta sér leið og það er aðalega gert þannig að ef það sér að það byrjar í rótinni og finnur eitthvað sem hefur breyst, þá hendir það í raun öllu hlutrinu. Það reynir ekki að breyta hlutrinu í eitthvað annað, það hendir í bara og rendir það aftur. Og síðan ef við sem forritarar sem erum að nota React erum að vinna með lista af hlutum, lista af færslum eða einhverju, að þá gefum við þeim key þannig að React geti í raun vitað hvort að eitthvað item í listanum hafi breyst eða ekki. Þannig að það færir svona stable ID. Þannig að ef við erum með lista af 3 hlutum og við uppfærum bara einn af þeim, þá þarf React bara að uppfæra einn af þeim. Þá þarf ekki að fjarlægja þá alla eða skoða þá alla. Það getur bara horft á það út frá ID-inu. Þetta er sami hluti með sama ID, ég þarf ekki að uppfæra. Þannig að þá verður þetta í mjög einfaldari mynd, einhvern veginn svona. Og þá kunnið þið að meta það að React sér það að kalla í document.createElement, document.appendChild, document. Allt þetta sem þarf til þess að vinna með DOM-ið. En tökum smá pásu og við fyrir að skoða komponenta.